Komið sælir og blessaðir kæru vatnsberar. Afsakið. Þá komið að draga spil fyrir ykkur. Fyrir næstu daga, fyrir það sem eftir af ágúst og svona það sem eftir af sumrinu. Áður en við byrjum, ætla ég að sýna ykkur þetta hefti sem ég var að útbúa. Bjóða til upp úr námskeiði sem ég var með tarotspilin. Þetta bara svona einfalt hefti fyrir þá sem eiga spil og vantar hérna íslenskar skýringar, leiðbeiningar með spilunum sínum. Það er þetta afskaplega skýrt og einfalt, pláss hérna fyrir stikkor frá ykkur sjálfum og síðan hérna aftast þá hef ég sett nokkra auðvelda lagnir og ef þið hafið áhuga að kaupa svona hefti þá er bara að finna mig á Facebook, miðlun og heilun, senda mér bara skilaboð í Messenger og þá bara sendi ykkur heftið hæl. Ok, takk fyrir það. Þá byrjum við á því, kæri vatnsberi, að draga þemaspil fyrir þessa daga af ágúst sem eftir eru og eitthvað fram í september. Ég vona að sumarið hafi verið ykkur gott og þemaspilið ykkar er frelsun. Einhver annar fékk þetta líka. Þetta er frelsun undan efa og ótta og þó að efi og ótti komi stundum upp í lífi ykkar þá trúið þið ekki lengur að það sé hluti af ykkur sjálfum. Þannig að ykkur tekst svona að bara blása á ótta og efasemdaraddir sem að koma upp. Þetta er drekaflugan fallega sem er ákaflega kvik og snör í snúningum. Erfitt að ná mynd af henni þegar hún er í svona sínu náttúrulega umhverfi. Og mikið af grænum, fallegum grósku lit sem er líka heilandi. Þannig að þetta eru skilaboð til ykkar næstu daga að láta ótta og efa ekki binda ykkur niður. Skellið þemaspilin ykkar hér, þar sem ég geti séð af það vonandi. Og við byrjum á kæru vatnsberar að taka hérna spil. Og þau byrja á að stökkva út úr stokknum eins og þau eru búin að gera alltaf þegar ég er að setja hérna inn myndband á YouTube. Sko, bara get svarið það. Látum þessi spil bara tala við ykkur í kvöld. Það er bara ekkert á milli mála. Þau eru til ykkar. Ok, kæru vatnsberar, þið fáið svona svolítið tvöfalda orku hérna. Falleg harmonía, góðar tilfinningar, endurfundir og bara gleði og skemmtilegheit á milli fólks. Þannig að þið getur verið að hitta einhverja sem ykkur þykir vænt og hafi ekki séð lengi núna í lok ágúst. Og þessar tengingar sem að þið eruð að mynda eða hafið nú þegar myndað, það eru tengingar sem að eiga eftir að endast bara mjög lengi og jafnvel út lífið. Það er verið að tala hérna sterkar endingagóðar tengingar og eitthvað sem að þið getið treyst á. Þetta getur verið ein manneskja eða fleiri manneskjur. Þetta getur verið tenging við ég fæ fyrir einhverju ykkar kæru vatnsberar tengingar við erlend lönd líka. Sterkar tengingar sem að þið eigið eitthvað yfir hafið.
Það getur bæði verið við landi sjálft eða við fólki sem þar býr. Og svo það þetta þriðja spil sem táknar bara lok, lok og læs. Hér einhver blokkering í gangi. Og spurning hvort að þetta sé, ég vil nú eitthvað tengja þetta yfir í COVID-tímann sem liðinn. En að einhverju leyti, já, ok, þau vilja bara að ég dragi annað spil á þennan hengilás og ég hlýði því bara og þá dreg ég sjálf eina spili sem ekki hoppar upp úr stokknum. Já, þetta mjög sérstakt, sjáu þið. Þá fáið þið spil sem heitir Frelsun. Það lás og frelsun. Það eitthvað sem ekki opið og síðan bara opin hurð. Algjörar andstæður. Þetta eru skilaboð, mjög sterk skilaboð að það eitthvað sem þið þurfið að opna hér. Þessi lás af ykkar völdum. Hverju eru þið búin að loka? Eru þið búin að loka á samskipti? Eru þið búin að loka á tilfinningar? Eru þið búin að loka hjarta ykkar? Hafið þið lokað á einhver ákveðna mannesku? Hafið þið lokað á einhver tíma í fortíðinni? Eða eru þið ekki tilbúin að opna fyrir framtíðina? Og ég veit ekki af hverju, ég bara, í huganum þá heyri ég bara dönsku. Það eitthvað fyrir einhver ykkar kæru vatnsberar þá tengist þetta Danmörku. Framtíðin, já, frelsi, opna og losa gamlar blokkeringar. Og hér bara opið út á ströndina, sjáu þið. Ég finn strax, leið og ég segi þetta, að það einhver sem veit nákvæmlega hvað ég að tala um. Og mikið væri ég til í að fá að heyra eitthvað það, en þessi hittingur eða samskipti eða tenging sem ég var að tala um áðan, sem svona ofboðslega sterk og endingar góð. Hún að einhverju leiti of sterk kannski, eða virkar fyrir aðra eins og hún sé fráhrindandi og lokar á það sem í gangi. Ef við horfum bara á jákvæðu hliðina á þessum spilum, þá get ég sagt að þetta sé samband, vináttusamband, hjónaband sem ekkert fær slitið. En ok, þið takið þessu bara eins og ykkur hendar, eins og passar ykkur í ykkar lífi. Það geta verið nokkuð margar útgáfur af þessu. Allavega ábyrjandi þessar andstæður hér. Og þið þurfið ef þið vill svolítið að skoða þetta vel. Á ég að opna, á ég að loka. Á ég að loka, á ég að opna. Ok, ég ætla ekki að hafa meiri tíma í þetta. Það var svolítið spes. Sjáum til hvað kemur hérna. Ok, engin spil hoppa út en þá. Og tökum við þau svona. Ok.
miklar tilfinningar, hamingja, óskir sem hafa ræst, gleði, góðar upplifanir. Sem að umræðir. Og það sem er gott við þetta er það að þetta er eitthvað sem að þið hafið sjálfir, kæru vatnsberar, komið í kring. Þið hafið annaðhvort unnið fyrir þessum óskum að þær hafi ræst, eða þið hafið unnið hörðum höndum að einhverju til að láta óskir ykkar rætast. Það sem stoppar ykkur eða hefur stoppað ykkur, það er að takast ekki á við vandamálinu, horfast ekki í augu við hlutina. Að sýna sjálfum ykkur eða öðrum óheiðarleika. Eins getur það verið einhver sem að þið þurfið að glíma við, sem að sýnir á sér óheiðarleika. Það gæti gert hlutina erfiðari, en það er eitthvað mjög fallegt hérna á ferðinni og einhverja tilfinningar í gangi sem að þið hafið óskað lengi eftir, eitthvað sem er núna að rætast. Hér erum við að tala samband milli tveggja einstaklinga sem að enn sem komið er ekki víst að sé búið að þróast út í ástarsamband, getur ennþá verið vináttusamband eða þetta sterka samband sem við sáum hérna áðan í fyrstu spilunum. Það sem þið vitið allavega, kæru vatnsberar, er að þetta er sterk andleg tenging ykkar á milli. Ef er að ræða bara eina mannesku, þá geti þetta verið manneskja sem að þið hafið þekkt lengi, frá barnæsku eða jafnvel úr fyrir lífum, ef þið trúið á slíkt. Andleg tenging og væntanlega andlega sinnuð manneskja sem að þú geti líka verið vatnsberi góður, því að það er mikil áhersla hérna á andlega hlutan. Já, ok, ég sé núna hvað er. Það er eins og þú, kæri vatnsberi, sért að bíða eftir að samband þetta þróist yfir í eitthvað annað og meira. Og þá segi ég bara við þig að svo lengi sem þú bara sýnir þolinmæði og leyfir hlutunum að gerast á þeim hraða sem að þarf, þá ætti það að ganga afskaplega vel, því að þessi hamingja og gleði sem er hérna í fyrsta spilinu bendir til þess að óskir og vonir rætast. Þetta er í raun og veru það sem kallað er óskaspilið í tarotstoknum. Ok, já, fallegt samband hérna á ferðinni. Já, og kemur hérna það sem kemur næst til þín, kæri vatnsberi. Þetta gæti verið þú sjálfur, því að kóngurinn í sverðum er oft maður eða manneskja í loftmerki, eins og þú sjálfur. En þetta er manneskja sem að þú ert að fara að hafa einhvers konar samskipti við, sem er að koma inn í þitt líf. Ef til vill hefur beðið lengi eftir þessari manneskju. Þetta þarf ekki að vera karlmaður. Þetta getur verið manneskja sem býr yfir þessum karllegu eiginleikum sem að kóngurinn býr yfir, sem er það að vera skýr og skorinortur, vera mikill fagmaður, oft vel menntaður, klár og hreinskilinn og svona mikill sjálfur.
býr við mikilli visku. Hann hefur viskufuglana báða með sér hérna, ugluna og hrafninn. Þannig að þetta er það sem er svona á næstunni að koma inn í þitt líf. Það er þessi fallegi maður. Ég leyfa aðeins að sjá hann hérna. Hann er þetta ekki bara metrómaður með hérna snúð í hárinu og alles? Ég hefði haldið það. Þessi maður er með mikið aðdráttarafl og það er eitthvað fyrir marga ykkar kæru vatnsberar. Það er eitthvað við augun. Annaðhvort er hann með einstaklega falleg augu, einstaklega djúp, lituð augu, eða bara augnaráðið er heillandi og hann dregur að sér athygli. Ég er búin að segja að hann væri sjálfmennandi. Þannig að þetta er svona, virkar eins og eðal eintak af manni. Hann er ekki alveg búinn. Já, fjölskylda, hamingja, kynslóðir saman gæti jafnvel verið ættamót. Þetta er orkan sem að svona lýsir þér best í þessari stöðu. Þú virðist vera öruggur, kæri vatnsberi, hafa allt til alls og ert í svona kannski drauma hlutverkinu þínu innan fjölskyldunar, þar sem allir eru til staðar fyrir aðra og þar sem er verið að fagna fjölskyldu arfinum, skulum við segja. Þannig að þetta er góð líðan, góður staður að vera á. Það sem umhverfi færir þér, kæri vatnsberi, það er orka stafadrottningarinnar, sem er nú ekki amaleg. Stafadrottningin er afskaplega kraftmikil, skelegg kona sem hefur unnið mikið í sjálfri sér og veit hvað hún vill. Hún er sjálfstæð og sterk. Og þá erum við komin með einn kóng og eina drottningu hér í lögnina sem að gæti mjög vel verið sitthvor hlutinn af parinu sem að kom hérna fram í elskhugunum áðan. Þannig að ég held að sé einhver ást og rómantík hérna í spilunum, kæri vatnsberi. Það sem þú ert að vonast eftir er að hlutirnir gangi smurt og allt sé á hreinu. Þú vilt hafa stjórn á hlutunum, þú vilt ekkert kaos, ekkert vesen, þú vilt bara hlutirnir fara að ganga, það er svolítið óþolinmæði og bara koma þessu á koppinn, róa sig aðeins. Ég held, kæri vatnsberi, og ég ætla að segja bara í fullri einlægni, ég held að útkoman verði betri en þú átt von á. Nú erum við komin hérna með bæði keisaraynjuna og keisaran saman. Þó að þetta sé ekki spil sem táknar fólk, þá eru þetta afskaplega góðir svona eiginleikar sem að vega hvort annan upp. Það er þessi nærandi, fallega keisaraynju orka sem tengist frjósemi og móður hlutverkinu og svo þessi sterka stjórn drífandi föðurorkan sem að kemur hérna með keisaranum. Þannig ég held að
eitthvað mjög gott og fallegt sé hérna á leiðinni til þín, kæri Vatnsberi, hvað var það þessi mál sem við vorum að tala um. Það er smá riski að taka eitt spil í viðbót, en ég ætla nú að gera það af því ég er búin að gera það við hérna all merkin. Já, bara fallegt, bara ný hugmynd varðandi vinnu eða nám, ný fjárhagsleg staða, eitthvað sem er hægt að byggja á og byggja upp, starta fyrirtæki, starta námi. Þetta getur líka verið ung manneskja sem er með margar hugmyndir varðandi fjármál og allt svona þar að lútandi. Þannig að bara falleg viðbót. Jæja, kæri Vatnsberi, er eitthvað sem þú vilt spyrja sem varðar tímasetningu? Nú ætla ég að taka hérna spil fyrir þig með tímasetningu. Hvenær eitthvað? Já, sko, október. Það er nú bara stutt í október, ef þú ert óþolinmóður. Kannski bara fer þetta af stað núna og verður komið á fullt í október. Svo dró ég annað spil hérna fyrir þig, ég læt að flakka með. Getur tengst spurningunni þinni eða einhverju annarri spurningu. Og ef til vill er þetta það sem ég var að tala um áðan. Því hafið þekkst lengi, að það sé möguleiki, en kannski hafið ekki þekkst í þessu lífi áður. En kannski einhvern tímann í einhverju öðru lífi. Það er svolítið spennandi að pæla í því. Not in this lifetime er ekkert endilega neikvætt. Það getur verið bara þýtt það að eitthvað neikvætt gerist ekki í þessu lífi. En október verður spennandi mánuður. Heyrðu, svo er það bara hérna já eða nei svar. Eða eitthvað þar á milli. Ef þú vilt spyrja um eitthvað og fá skýrt svar. Ok, það er bara án efa. Eitthvað sem er alveg garanterað. Og við tökum eitt enn líka. Nú, hann skilur ekki. Hvað er það sem hann skilur ekki? Kannski orðar ekki spurninguna nú vel eða vill ekki svara og svo kemur svona sure. Já, allt í lagi. Allavega, þetta er já-svar hérna fyrir þig. Kæri Vatnsberi. Þá ætla ég að þakka fyrir og vona að restin af sumrinu verði þér bæði skemmtileg og góð og við sjáumst síðar. Ljós og kærleikur.